Verið sælæskurnar í Gamesýruna á 50. kvöldi 14. mæ. Eins gott að hafa það rétt núna í þetta skiptið. Mér langar að fara rétt hérna yfir stöðuna þá vestanhafs sem að sem sagt án efa uppspretta uppljóstrunar á UFO málaflokknum eins og hann leggur sig. Það leggur engin vafi á því. Það sem í gangi núna þessa dagana vestanhafs náttúrulega svolítið stand-by. Það beðið eftir fleiri gögnum frá sem sagt Department of War. Og það, við höfum vonað því bara núna í, sem sagt, ég myndi segja eftir helgi í lok næstu viku. Og eins og ég sagði síðasta þætti, þá eru aðrar þjóðir farnar að fylgja eftir og þetta getur framkallað einhvers konar veldis vöxt í tilkynningum og það vill engin þjóð sitja eftir með súrdenni, það vilja allir taka þátt því tíminn að breytast. Og það sem að koma í ljós núna sé ég að það verið að nafngreina svokallaða hliðarverði eða gatekeepera innan leyniþjónustunnar sem að, já, núna hafa einn nafngreindur hérna í dag sem að lítur út fyrir að hans hlutverk síðustu 8 ár búið að vera að koma í veg fyrir að viðkvæm gögn tengt UFO rati á borð þingsins sem þetta sjúklega alvarlegt mál og spilling í rauninni á hæðsta stigi. Þannig að ég að sjá leiktjöldin einhvern veginn hrynja beint fyrir framan nefið á mér og sem að, já, margir vilja meina sé jákvætt. Ég alltaf fullur efa og eins og ég segi, hver ásetningur uppljóstrunar og hver ekki, veit ég ekki. En þetta verður einhvern veginn að fá að sýna sig. Mér langar að fara yfir eitt hérna áður en ég verð svona svolítið skrítinn. Ég ætla nefnilega að vera svolítið skrítinn á eftir. Og það tímasetning. Við fáum hérna einhvern tímann síðasta haust, fáum við, eins og ég talaði The Age of Disclosure sem heimildamynd eftir Dan Farah og þessi mynd var notuð sem svona hálfgjört vehicle for disclosure. Þarna voru háttsetti menn innan ríkisstjórnarinnar Mark Rubio sem held ég utanríkisráðherra Bandaríkjanna í dag og fleiri háttsetti menn innan þingsleyniþjónustu og vísindamenn innan NASA, propulsion experts og quantum physics eða skammtafræðingar. Svo þetta bara kemur áramót og það einhvern veginn lítið í gangi og svo kemur Steven Spielberg með einhvern veginn sinn trailer af myndinni Disclosure Day sem verður hérna í júní, frumsýnd í júní, nánatiltekið held ég 12. júní. Þannig að það ótrúlega heppileg tímasetning og nafnið auðvitað gefið til kynna The Disclosure Day. Það eitthvað mikið að fara að gerast. Og eitt hérna í viðbót, talandi tímasetningu. Spáið því, þessi 46 skjöl sem að Anna Paulina Luna, hún óskaði eftir frá sem sagt, stríðsmálaráðuneytinu, Pete Hegseth, nánatiltekið, þau hafa ekki borist og barst ekki í síðasta droppi en þau vilja meina að þau berist í því næsta sem kannski eftir viku en þess má geta að í nýjustu heimildamynd Jeremy Corbell, Sleeping Dog, þá verða þessi myndbönd gerð opinber í þessari heimildamynd því að sá sem að uppljóstraði þessum tilteknu skjölum til þingmanna sem var til þess að þau gátu óskað eftir þessum tilteknu skjölum, það var engin annar en Jeremy Corbell sjálfur en hann nýtur trausts í þessum heimi og stór rödd. Þetta tímasetningin, hún einhvern veginn lænast upp og þetta svona stundum too good to be true, einum of smooth til þess að vera satt. Þar að leiðandi langar mig núna að fara inn á svolítið skrítið dæmi. Ég ætla að vona að þið náið að fylgja mér eftir og ef ekki þá sýnið mér auðmýkt og ég veit að geðveikir menn segjast aldrei vera geðveikir en ég sem sagt að segja við ykkur hérna núna að ég ekki geðveikur. Believe it or not. En, nú ætlum ég að fara á persónulega nótur. Ég held, og ég segi mögulega, að aukin tilfelli fólks sem sjá UFO þessa dagana
ég tel skýringuna mögulega vera sú að við erum að framkalla þetta og þá er ég ekki endilega að tala þannig að við erum orðin svona sjúklega andlega næm og við erum farin að geta kalla til okkar eitthvað svona vúvi stöf í gegnum örpíplurnar eins og ég hef nú rætt hérna ég er mögulega að tala það og haldið ykkur fast að við erum hérna í einhvers konar quantum simulation og þetta hérna í kringum okkur er kannski mögulega ekki til eða raunverulega til í hefðbundnum skilningi heldur á einhverjum forsendum sem að ekkit endilega þurfa að vera út frá tvíhyggju góðs og íls, ekkit endilega í illum eða góðum tilgangi, arkitekta hannað og framleitt. Mögulega eru við mennirnir hérna, þessar arkitekta hönnuðu simulated beings, mögulega erum við hér til að upplifa innan tvíhyggju tilfinningar, bæði góðar og slæmar, í þeim tilgangi að einhver situr hérna bakvið stýrakerfið, bakvið kóðana og hirðir af okkur orkuna sem við sköpum með þá neikvæðum eða jákvæðri orku eða tilfinningum. Og við búum við frjálsum vilja, þannig vorum við kóðuð, þannig vorum við hönnuð, við búum við frjálsum vilja, við búum yfir sköpunar gáfu og sköpunar getu, við getum skapað. Þannig að spurningin er, bæði minningar sem og það sem ég er að upplifa núna, segjum svo að ég sé að upplifa eða við aukinn tilfelli að UFOs á himnum, er eitthvað raunverulegt á bakvið þetta þá í formi fortíðar. Hvaðan eru þessar verur að koma eða kannski einna heldur birtast þær okkur bara því við, eða meðvutundin okkar, vitundin okkar, bæði einstaklingar sem og kollektív, er einfaldlega að skapa þetta eða búa þetta til. Við erum að manifestera einhvern veruleika. Það er allir að tala um UFOs. Farið á fréttamiðlana sérstaklega erlendis. Það er allir að tala um UFOs og disclosure og hvað gerist? Kóðinn er mögulega hannaði þannig að við bara einfaldlega innan óendanlega óskilirtra fjölda og óendanlega margra möguleika hvað var að sköpun, þá búum við þetta einfaldlega til. Ég get sagt ykkur það, nú tala fólk bara eitthvað að kjósa rétt og kjósa þetta og kjósa hitt. Ég er agndofa gagnvart þeim möguleikum sem liggja fyrir fram að mig hvað varðar rauneðli veruleikans og þá efnisveruleikans sem og hins andlega. Ég er svo agndofa að það eina sem heldur lífi í mér þessa dagana, það er í rauninni bara tvennt. Það er kærleikurinn sem ég ber í garð fólksins míns og þá sérstaklega dóttur og kona sem auðvitað helur á sér ákveðna skyldurækni líka, eða það er þjónusta sem er bara unnin í kærleik og það að, fyrst að ekkert make sense, hvað er þá annað hægt en að reyna hafa hlutina svo litið speysaða og svo litið skemmtilega. Abstrakt. Kannski er mér ætlað að skapa og ekki bara skapa abstrakt listaverk, heldur einfaldlega vera abstrakt listaverk. Hvað segir við þessu? Er þetta nú anskoti dýp fyrir ykkur? Herru, með þessum orðum ætla ég að kveðja. Ég hvet ykkur til þess að followa og subscribe og share og allt þetta. Það er UFO Gamesýran á TikTok og það er Þvottahúsið Gamesýran á YouTube. Og svo finnið þið mig, Gunnar Dan, á öllum samfélagsmiðlum og hvet ykkur til þess að kaupa bókina UFO 101 sem er kortlagning á meintum samsæris tilburðum djúpryggis. Kláraði að lesa hana því UFO 202 kemur út í lok sumars og hún verður full af alls konar djöfulsins vitleysu. Ég þakka fyrir í kvöld, hafið það gott, geggja stuð, 1 mínúta á morgun og svo bara aftur helgi. Woo!